Góða kvöldið, velkomin í kvöldkaffi á N4. Það notalegur nóvember og þá þarf maður aðeins svona að velta því fyrir sér hvernig nú best að sjá sjálfa mig, undirbúa mig fyrir, kannski erfiðan jólamánuð, stressandi jólamánuð eða hvað. En við erum komin með hérna til okkar, það Brynju og Dísu frá Dekur alla daga. Velkomnar. Takk fyrir. Og þið eru sérfræðingar í að dekra við ykkur, eða ekki? Heldur betur. Jú, við bara segjum það. Við erum að vanda okkur við það alla daga, alltaf hreint. Já, það má aldrei gleyma því. Nei, það má nefnilega bara aldrei gleyma því. Þetta eitthvað sem skiptir, finnst okkur ótrúlega miklu máli og kannski bara til að forðast alltaf misskilning að það kannski hljómar að dekur sé eitthvað stórfenglegt sem þú gerir eða eyðir miklum peningum í eitthvað. Lúxus. Já, en við erum að reyna að prenta það inn í mann og annan og alla sem að vilja að bara leið að þú setur svona miðan á það að þetta sé dekrið þitt, bara það að taka upp kaffibollan og finna lyktina og leyfa þér að njóta, þá ertu búin að dekra. Já, einmitt, þetta þarf ekki að vera einhver stór framkvæmd. Nei. Oft þurfum við nefnilega bara að breyta aðeins bara hugafarinu. Við erum bara aðeins að minna okkur á og það við erum svolítið duglegir að gera það, að aðeins að fara í þessa hugafarsbreytingu. Einmitt eins og Dísa var að segja það, þú veist, dekur þarf ekki að vera alltaf að mæta í eitthvað spa eða fara með öllu vinkonahópnum í eitthvað ferðalag eða Nei, það getur nú líka bara alveg verið stressandi. Já, og svo getur maður líka breytt hugafarinu og það bara ekki neitt stressandi og maður getur bara farið aðeins að vera með, þú veist, allt með sem maður vanur að, það var bara pínu svona minimalist, sko. Já, þetta svolítið það sem við erum að reyna að gera og ekki sísta því að þetta eitthvað sem ekki bara okkur finnst einhverju aðri gleyma heldur líka bara við sjálfa, sko. Já, stöðugt að minna sig á. Já. En segið mér aðeins, hvað dekur alla daga? Dekur alla daga. Við Dísa erum með Dekur alla daga sem netnámskeið og þar erum við með núna þróunarhópinn okkar, VIP-hópinn sem við köllum og við erum búin að vinna rosa mikla undirbúningsvinnu til þess að koma þessum hóp síðan af stað og við erum að búa til okkar eigin snyrtivörur. Já, og það það sem þið komum með. Hér erum við með sýnishorn af því sem við gerum. Þið sýnum mér þetta aðeins og eftir. Já, og náttúrulega kenna þeim bara þetta, eða ekki kenna, við þurfum kannski ekki að kenna, en minna á. Það meira það, við erum að minna á, við erum að koma með tillögur að því hvernig hægt og hvernig maður má kannski helst leyfa sér þetta, leyfa sér að stoppa, leyfa sér að þefa blómum, leyfa sér að labba niður að sjó og anda djúpt og allt þetta í leiðinni svo að verða meðvitaðri það sem þú ert að bera á þig og bara gera deili dags, sko. En sko, af hverju það maður að búa til snyrtivörur? Það til fyllt í út í búð, sko. Já, það nóg til. Já. Ég veit ekki hvort það hefur farið fram hjá mörgum, en við þurfum að hugsa svolítið mikið náttúruna. Já, einmitt. Megum ekki að gleyma henni. Nei, og svo held ég líka kannski að rosalega margir, þeir kaupa. Já. Áðins að kannski einu sinni spá og vita hvað það sem er í þessu. Við erum farin að vera miklu meðtæru þetta varandi fötin og húsgögnin og allt þetta og fólk farið að kaupa meira í hjálpræðisernum og Rauðakrossinum og allt þetta sem frábært og algjörlega geggjað og við viljum það allan daginn. En þarna fannst okkur vera eitthvað sem bara gleymdist. Hvaða kona kannast ekki við það að fara inn í baðherbergisskáp hjá sér og reyna að koma einhverju fyrir og það fullt af alls konar einhverju snyrtivörum sem þú hefur keypt hingað og þangað. Þú hefur kannski rétt byrjað á, svo seinna ætlar að fara að skoða þetta og þú manst ekki eins og gott að gera við þetta. Nei, hvað maður á að setja þetta? Já, þú manst ekki gott að gera við þetta, hvað þá að þú viti hvað í þessu. Já, einmitt. Já. Hvort þetta virkar yfir höfuð eitthvað fyrir þig. Þannig að við erum að taka þessa umhverfisvitund skrefinu lengra. Sko, innihaldslýsingar á snyrtivörum eru náttúrulega bara, ég veit ekki hvort það einhver skilur þetta. Ég veit það ekki. Þú ert náttúrulega snyrtifræðingur. Já.
ef þú kaupir snyrtivörur, nú veit ég hvort þú nota bara svona orðið, en þegar þú kaupir snyrtivörur út í búð, þú veist, skoður innihaldslýsinguna og hefur þetta einhvers konar þýðingu fyrir þig? Já, alltaf. Ég hef alltaf verið þannig. Okay. Og þar sem ég hef unnið sem snyrtifræðingur, þá hef ég lagt upp með að vinna með náttúrulega vörur. Já. En já, þetta er rétt hjá þér. Þetta er bara eins og mörg matvæli. Maður les innihaldslýsingarnar og maður veit ekki, þú veist, þetta er kannski maður komin upp í 20, 30, 40, þú veist, innihaldsefni sem að einmitt það er ekki séns að vita hvað er, sko. Nei, ég held að þessi nú flesti bara búin að gefast upp á að reyna að hafa eitthvað vita á því hvað er í því sem að maður er að neyta, hvort sem það er matur eða snyrtivörur eða hvað, sko. En sko, það sem við erum að búa til hérna, þetta er allt meira og minna innihaldsefni sem að við öll þekkjum. Já. Meira og minna. Og þetta er allt svona auðvelt að nálgast. Eins og hvað til dæmis? Við erum að nota grunn eins og kakósmjör, við erum að nota náttúrulega eins og margir gera, að nota kókosóljuna. Já. Og við notum kaffi og við notum bara alveg óbúslega mikið af vörum sem að við þekkjum bara mjög vel. Alls konar oljur og svona. Allt náttúrulega ilmur af þessu til dæmis. Já. Þannig að þetta er og kakó og bara ég veit ekki hvað og ef þú bara finnur lyktina einhverju þessu sem við erum að gera, þú veist, þá verður ástfangin. Já, það er svoleiðis. Það er bara þannig. Ok, hvað heldur að myndi helst gera með ástfangna? Ég held þetta. Þetta er semst súkkulaði kaffiskrúpur. Súkkulaði kaffiskrúpur? Fyndu. Og það sem er náttúrulega líka svo dásanlegt er að þú mátt borða þetta. Þú mátt borða þetta. Þú mátt borða þetta og þú mátt leyfa börnunum að nota þetta líka. Án gríns. Það er bara mjög gott, sko. Og hvað er annars að gera við þetta en að borða þetta? Annars áttu að skrúbba þig með þessu. Já, ok, nam. Og verða algjörlega silkimjúk. Nú bara svona lykta mér eins og ný uppáheldu kaffi. Já. Með súkkulaðimóla. Þetta er alveg bara svona nam. Já. Okay, algjört dekur, þetta er algjört dekur. Þetta er það. Og líka bara einhvern veginn það að, þú veist, taka sér til, gefa sér tíma, ekki bara fara og ruslast í búðina og kaupa og koma svo heim fullt af umbúðum sem þarf að henda og allt þetta, heldur, gefið þú þér tíma til þess að búa þetta til algjörlega frá grunni og nýt svo stundarinnar. Og skiptir engu máli þó að notar þetta ekki alveg allt. Þú veist, þú gerir líka bara þinn skamt. Þú borða bara restina. Með kaffibollanum. Sumt sem við erum að gera er það nákvæmlega. Það má, þú veist, við verðum með eitthvað sem við settum svo í restina út í drykk. Já, við vorum með varaskrúpi. Já, við vorum að búa til það varavöru og ég sagði, Dísa, þetta er geggjað á bragðið. Ég ætla að setja þetta út í vatnið mitt. Og það var bara sódavatn og svo restina af því sem við vorum að búa til og þetta var bara alveg guðdómlegu drykkur. Æðislegt. Sko ég er ekki svona kannski bara típisk með það. Ég hef einhvern veginn aldrei haft sérstaklega mikla trú á snyrtivörum en hef ekki voðalega mikið þorað að tala um það. Af því að þú veist, það er einhvern veginn ekki svona, eða fólki finnst það kannski bara skrítið eða eitthvað. Ég nota ekki mikið af kremum og svona, þú veist, af því að mér finnst einhvern veginn, mér líður eins og þetta, þú veist, ég veit ekkert hvað þetta er og ég er meðvituð að húðin mín er, þú veist, líffæri, skilurðu, og þú veist, maður ætti ekki að setja bara hvað sem er á sig sem smýgur inn í húðina. Þetta er bara fullt af einhverjum efnum og, þú veist, og frekar heldur en að vera sniðug eins og þið og fara að búa mig til eitthvað, þá er bara svona, ég slepp þessu bara. Og svo er ég náttúrulega meðvituð um það eftir því sem að svona árin færast yfir og þá er, þú veist, það verður alls konar hlutir sem að mann langar kannski svona, já, það væri kannski næs ef það væri aðeins minni baugar eða eitthvað svona, en þú veist, án þess að vera eitthvað of hégómagjörn, sko, en það er rosalega gott ef maður einmitt, og ég er allavega mjög hrifin af þessu konsepti að maður geti búið til eitthvað sem maður veit bara nákvæmlega hvað er í þessu. Já, það er alveg geggjað og sko, spurningarna sem við Dísa fáum, það er já, en virkar þetta? Já, það er alveg góð spurning. Já, akkurat. Og því að konurnar sem við erum með, það er svona, já, ég veist, í alvöru virkar þetta? Og vana náttúrulega bara að fara og kaupa og nota, sko. Já. Og alltaf í góðri trú að sjálfsögðu. Maður fer í góðri trú og kaupir það sem maður er að fara að nota og vonar að þetta allt sem að virki eins og það á að gera, sko. Og þær eru búin að vera að prófa okkar þróun og konur og himinlifandi með virknina og þær eru að senda okkur skilaboð bara sérstaklega. Já, að prófa
kremið eða skrúbbinn og þetta bara húðin bara betri en allt sem ég áður prófað og við erum hérna með til dæmis eitthvað sem við köllum augserum sem bara mjög geggjað sko. Þetta eitthvað sem fólk kaupir dýrum dómi. Já, og við erum með meira í því. Við erum með alls konar og við erum eins og ég segi, við erum ennþá að þróa þetta og sem þýðir það að leið og konuna sem eru hjá okkur fara að tala einhver vandamál, þá fyrir við að reyna að finna út hvað best að gera í því. Já, til þess að þóknast í og við erum með, bara allt mögulegt. Ok, spennandi. En hérna eitt svona að lokum ánum fyrir mig auglýsingarhlé, þú veist, svona snyrtivöru umræða, hún alltaf svo kvennamiðuð og mér langaði bara svona aðeins að fá svona ykkar skoðun á því, þú veist, hvernig getum við fengið, kallarnir líka með húð sem það að sjá heldur betur, já. Það svolítið skemmtilegt þú skulle orðið það þegar við Dísa pældum mikið í því, eigum við að sko, það kom alltaf upp þetta eigum við að taka bara bæði kynin inn að sjálfsögðu, þú veist, á námskeiði, en svo kom það nú á daginn að það voru bara konur sem sóttu Já, en þetta var samt opið fyrir kalla. Já, sjálfsögðu, sko. Já, þú veist, allan daginn hleypa inn öllum tegundum fólksins, sko. Algjörlega, sko. Það bara alveg á hreinu. En ég held kannski að kallarnir, þeir læri þetta í gegnum okkar konurnar. Það pínu þannig. Við förum og smyrjum á það einhverja hælana og þú veist, þegar þeir fara að kvarta eða lánuðum einhvern skrúbb ef að hendurnar eru svona hinsegin og þannig svona fara þess að stelast í þetta og á þess að kannski flestar upplifa það allt í henni andlitskremi manns búið. Akkurat. Heyrðu, þetta mjög skemmtilegur með þér og við ætlum að halda aðeins áfram svona með bara svona dekurpælingar og hvernig maður getur verið svolítið góð við sjálfan sig í nóvember. Til ég. Eftir auglýsingar. Sjáumst þetta smá. Velkomin aftur í kvöldkaffi. Ég sit hérna með Brynju og Dísu, smá kósí spjall dekur og snyrtivörur sem maður getur búið til sjálfur. En hvar getur maður keypt þetta? Þú getur ekki keypt þetta. Þú þarft að læra hjá okkur að búið þetta til. Já, það er svoleiðis. Það er svoleiðis. Já, sko, námskeið ykkar snýst það þá kennslu? Já. Við erum að kenna okkar konum að búa til sínar snyrtivörur úr þessum innihaldsefnum sem að við, einmitt eins og ég sagði áðan, þekkjum bara í umhverfinu okkar. Og það bæði bara það sem við eigum til inn í skápunum okkar og svo förum við Dísa, við vorum að þróa þetta núna í sumar og þá fórum og náðum okkur í ýmsar jurtir út í garð og niður í fjöru og þannig að úr náttúrunni, sko. Já, við erum að reyna að láta fólki tengja við allt mögulegt, sko, eins og náttúruna líka og sjálfa sig. Og þær fá sem sagt, þær sem á þessu að læra, að þær fá nýtt efni í hverja einustu viku, þannig að þær geta alltaf að fara að prófa eitthvað nýtt, plús það þær fá alls konar fróðleiksmúla frá okkur líka, eins og Brynju, þú veist, varðandi nudd og varðandi innihaldsefni og varðandi ég veit ekki hvað, þannig að þetta er ótrúlega spennandi. Já, eru þið að læra eitthvað af ykkar konum í þessu? Eru þær að koma með eitthvað? Heilan helling. Svo hittust við live alla 50 daga, bara á Zoomi og þá eru þær að segja okkur hvað þær eru búin að læra og hvað gerðist hjá þeim og svona. Já, spennandi. Mjög skemmtilegt. Og þær eru einmitt svo ánægðar með þetta samfélag sem hefur myndast í kringum þetta. Að við erum alla saman og það verið að spurja, þú veist, ertu búin að gera þetta og hvernig virkaði, ég er að prófa, á ég að gera svona. Og þá það einhvern veginn að fræða hvora aðra. Og svo náttúrulega erum við alltaf til svars líka ef einhverja flóknari spurningar koma upp. Já. Og það það sem þær eru svo mikið að elska, þetta samfélagi kringum þetta. Já, finna svona aðrar sem að hafa svona með sömu tengingu, sko. Já. Það skiptir ótrúlega miklu máli þegar hann ekkert allir að hlusta á mann tala þetta, sko. Nei, kannski ekki. Heima fyrir og svona. Komnum við nóg. Heyrðu, þú ert að prófa hérna hjá með nýja skrúbbinu. Já. En sko, nú geng ég bara út frá því, af því ég þekki ykkur ekki persónulega, geng ég bara út frá því að þið séu svona
manneskjur sem að velti svona aðeins fyrir ykkur hvernig og af hverju þið gerir hlutina og svona, já, svona með, hvað maður kalla það, svona sjálfsumönnun. Sjálfsvitund. Sjálfsvitund, hérna komið með einhverja góða fróðleiksmúla. Hvernig sjáu þið ykkur sjálfar? Þetta góði punktur. Sko, mitt ykkur alveg yfirlega að komast aðeins út í náttúruna. Það alveg, og bara einhvern veginn að opna fyrir skilningavitin þegar maður komin út og taka eftir og hlusta og finna lykt og það svolítið svona það sem ég gerir til þess að svona núllstilla mig, sko. Og svo þegar maður kemur inn og við erum náttúrulega alltaf eitthvað bara að gera, sko, þó við séum alveg á sikru landslutanum og þá erum við alltaf í sambandi og erum að þróa, sko. Að þá algjört dekur að fara að búa til og þá heldur maður einhvern veginn áfram að finna þessa dásamlegu lykt sem af þessum vörum og maður að hræra og búa til og gera og þróa og það svona, fyrir mér þetta dekur og sem að hefur síðan smitast svo út í einmitt þetta samfélag okkar að þau finnst orðið svo æðislegt að bara fara að búa til vöruna sína. Það dekur og við erum alltaf með svona dekur dagsins inn á hópnum okkar og það eru svo duglegar, það svo gaman að því að setja inn einmitt bara hvað mitt dekur í dag. Og það einmitt alls konar svona. Þær að fara út og sýna okkur hvað það sáu í göngutúr og koma svo inn og gera eitthvað svona dekort. Og það sem þeim finnst svo stórkostlegt einmitt þetta. Ég lifði mér. Ég átti alveg hálftíma dekur í dag bara fyrir sjálfa mig, sko. Já. Þetta svo skrítið. Taka frá tíma í þetta. Þetta svo skrítið. Fólk gefur sér yfirleitt ekki mikinn tíma í það. Allt í nú búin að gefa sér leyfi bara til þess. Já. Og væntanlega líka meira hvetjandi að þú veist, þegar maður með einmitt eitthvað svona samfélag sem að þú ert að segja frá. Það nú málið, sko. Það snýst ótrúlega mikið og ég verð að muna að dekla við mig í dag. Já. En ég segi hjá mér það allan daginn alltaf sköpun á einhvern hátt. Að ef ég næja búa eitthvað til, hrista upp í einhverju, breyta einhverju, gera eitthvað nýtt, það mitt dekur. Þar finn ég svona tengingu og stundum ef að ég búin að vinna mikið og lengi að þá í einhverju öðru en sköpun að þá segi ég bara, nú verði ég bara að fara að klippa og líma eitthvað eða hræra einhverju saman. Þú veist, það bara alveg þannig og þetta bara skiptir höfumáli og það ég búin að vera að vinna við núna bara síðustu ár, sko. Já. Já, þú ert með úr gersemi. Það heitir úr geymslu gersemi. Úr geymslu gersemi og það líka klúbbur þar sem fólk getur að læra og ég að kenna að búa til alls konar úr drasli. Já. Einmitt. Endurnýta alveg út í eitt. Já. Og þetta snýst í sjálfu sér, snýst þetta ekkert endilega alltaf útkomuna. Nei. Þetta snýst rosalega mikið þessa samveru með sjálfu sér og að átta sig á því hvað maður getur verið, sko, sniðugur þegar maður orðinn vanur því að gera svona. Þú ert alltaf bara byttið, það vantar þetta. Já, hvað getum við notað? Og þá fer maður að leita og skoða og prófa, sko. Þetta hljóma pínu eins og þegar maður var krakki að búast við drullubú, sko. Já, ég bara ennþá þar. Þú veist, það dásamlegt en maður getur bara verið. Ég það, sko. Já, og maður gleymir sér svo í þessu. Það þessi núllstilling. Þess maður einhvern veginn bara, maður ekki að hugsa neitt annað og einmitt, maður þarf ekki að tímanum út í búti að finna eitthvað eða kaupa eitthvað eða, þú veist, maður bara búið með það. Já. Og bara fer ekkert í svoleiðis leiðangur lengur, sko. Nei. Mér langar rosalega oft að fara að kaupa eitthvað nýtt dót handa lítið barnabarn og langar að fara að kaupa eitthvað handinni svo bara nei, ég ekki að fara að gera það. Finn kannski einhverja perlufesti og hún komið með það og finnst það rosa sniðugt og þá allt í einu komið slöngu. Já. Og svo spyr ég, viltu fá þetta Camembert baukinn og hafa hús fyrir slönguna? Og hún alsæli marga klukkutíma, þú veist, og svo fyrir hún að skreita baukinn og þú veist. Já, einmitt, eldhúsáhöld eiginlega vinsalasta dótið á mínu heimili þegar strákarnir mínu var litlir, sko. Já, koma á stað þessu, hjá ekki bara börnum, ég held að þetta sé rosalega nauðsynlegt fyrir fullorðna líka. Já. Það er svo margi sem vantreysta sér, þegar ég kann þetta ekki, ég get þetta ekki, en þetta snýst ekki útkomuna. Nei.
þetta snýst að leyfa sér að gera þetta, taka tíma í þetta og prófa og þróa. Fyrsta verður ekkert endilega fínt. Já, og ég meina hvað líka versta sem getur gerst, skilur? Akkúrat. Býr til eitthvað ljótt og hvað það? Og hvað það þegar þú ert að gera þú drasli. Akkurat. En sko áður en að nú bara tíminn, hann flýgur frá okkur af því að það er svo auðvelt að tala þetta. Þetta er svo skemmtilegt. En sko, nú nóvember og það farið að styttast í desember sem að margir sko annarkvort kvíða eða örugglega margir sem hlakka til en þú veist, margir sem líka, það er smá kvíði og það er svona, maður veit að þetta verður svolítið svona mikið að gera og desember mun líða svona rætt. Hvernig hafið þið þetta hjá ykkur, undirbúningur fyrir jól? Náið þið að vera á línunni? Ég er ekki, þó að hljóma mig skringilega, ég er ekki mikið jólakettling sko. Nei? Nei, mér finnst rosalega gaman að búa til alls konar fyrir jólin og þá er þessi sköpun, að þá er þetta að gera eitthvað, laufabrauðið og eitthvað svona og búa til, bý alltaf til aðvendu, dagatöl og eitthvað svona og þá er ég líka bara búin að því 1. desember, þá var það bara tilbúið og oft er það jólagjöfin. Já. Ég reyna að gefa mínu fólki frekar upplifun heldur en gjafir sem þýðir að það þarf ekki að fara að kaupa þetta. Sem sagt meinandi út í búð eða svoleiðis. Þannig að þú getur bara verið heima og hvort sem það er að panta einhverja miða og einhverja viðburði eða bara bjóða í mat með því að skrifa gjafabréf og afhenda það. Mér finnst það algjör snilld, ekki eitthvað svona materiál sko. Já, nei, ég er alveg sammálaður sko. Ég er alveg svolítið þarna líka. Ég er svolítið þarna og það þarf ekki að baka. Nei. Ekki frekar en þú vilt, þú mátt það. Og svo finnst mér líka bara einhvern veginn með sko, þessar hefðir sem að geta verið svo viðkvæmar hjá mörgum. Þú veist, það eru komið upp alls konar hefðir sko. Það brjótum þær. Já, bara sjá hvað gerist. Brjótum þær og þú veist, þó að það sé ekki allir saman sem átt að vera saman því það getur eitthvað komið fyrir, þú veist, það deyr einhver og þá verður skarð hoggið í þetta sem alltaf var. Þannig er ekki pínu betra að það sé stundum aðeins öðruvísi. Þannig að við séum ekki eins viðkvæm fyrir því þegar að það er ekki eins. Já, það er svona óhjákvæmilega raskast eitthvað. Já, það er góð punktur sko. Þannig að mér finnst að við eigum ekki að vera föst í svona, þó hefði sér dásanlegur og allt þetta, þá held ég við eigum að passa okkur svolítið á þessu. Við megum vera alls konar. Þú mátt vera á náttfötunum á aðfangadag. Þú veist. Það er rosa kósí. Já, og þú mátt bara hafa pilsur eða langar. Já, namm. Ég er sammála þessu. Mér finnst þetta allt svona, ég er rosalega, við erum bara fjölskylda mín óbúslega opin fyrir því að gera bara alls konar á jólunum. Og við hefum bæði verið heima og haldið risastór skemmtileg boð með jólasveinum og óbúslega skemmtilegt sko, dansa í kringu jólatréð, ég veit ekki hvað, bara heim í stofu sko. En svo hefur við líka alveg farið bara og verið bara annars staðar og það er bara yndislegt. Það farið bara erlendis gera bara allt annað, já, bara vera eitthvað annars staðar og gera þetta bara allt öðruvísi, bara með allt annan mat, heldur en maður er vanur og og svo líka bara þegar við erum heima, þá erum við einhvern veginn svo opin fyrir því að prófa bara nýja rétti eða gera eitthvað annað heldur en alltaf þetta sama. Já, þetta er náttúrulega bara dagur eins og allir er dag. Akkurat. Í rauninni. Já, og það er hægt að gera svo sérstakann á svo óbúslega margan máta, sko. Vera skapandi. Já, búið eitthvað til. Já, heyrðu, bara þakka ykkur kærlega fyrir að koma, fyrir skemmtilegt spjall, góð ráð og kannski fyrir áhorfendur sem eru spenntir fyrir Dekur alla daga. Hvar er hægt að finna meiri upplýsingar? dekuralladaga.com. Já. Og svo erum við á Instagram og við erum á Facebook. Já. Við erum út allt. Bara að beinta á netið og finna þetta. Já. Ok, frábært. Takk kærlega fyrir að koma og ég ætla að fá að prófa aðeins fleiri af þessum vörum hérna, en ég ætla ekki að láta alla þurfa að horfa á það. Takk kærlega fyrir að vera með okkur í kvöld og gleðilegan notalegan nóvember. Takk fyrir í kvöld.